Þá skulum við renna yfir dæmi 5-6 og þetta þá æfing. Jú, við þurfum að kunna nota töflur, en þetta þá æfing í því að reyna að sjá út svona einfaldar Laplace-færslur. Nú, við fáum svona afritatöflu 3.1 úr listanótum í prófinu. Þetta aðeins færri, við fáum ekki fleiri formúlur heldur en þessu þurfum að nota og við ætlum að reyna að gera þetta í huganum núna. Og með það sem við höfum verið að gera til þessa, þá vantar okkur reyndar Laplace á cosinus omega t, þannig margfaldað með t. Það er tíma, ætli rétt bara að byrja á því að búa það til snöggvast. Áður við förum í gegnum þetta lið fyrir lið. Ok, aðeins að reyna upp, við vitum sem sagt að ef við höfum Laplace, eða þekkjum Laplace-færslu fals og nýgið með formúlu stóra f af s, að þegar fallið sjálft er margfaldað með tíma, að þá sýndum við fram að það bara í fyrirlestri að við höfum að reikna út afleiðu falsins og margfalda síðan það með mínus. Og svo ef með því að beita þessu bara endur tekið, þá fengum við, þau getum að setja hérna líka bara, að ef við setjum tíman í kátaveldi f af t s, svona á töldum við bara fjölda afleiða og síðan náttúrulega mínusana sem að segja eitthvað um það. Þannig að við fengum þessa ágætu reglu. Og hér höfum við að tökum Laplace af cosinus. Þá vitum við að það er s yfir s öðru pluss omega öðru og við þurfum ekki að taka fram að omega er ekki 0 eða neitt svona, en ég veit ekki hvað ætli gerist ef omega er 0. Ætli við hendumst þá að Laplace 1 með 1 móti s. Nú, jæja, og síðan til að reikna út Laplace af t sinnum cosinus af omega t yes, þá áttum við að nota þessa hérna reglu, eða bara kvótareglu deildunar þá, soddan, og við gangum á röðina, það er mínusat í formúlu, afleiða teljarans er 1, nefnarinn óbreyttur, mínus í formúlu, teljarinn óbreyttur og afleiða nefnarans. Á móti nefnaranum skal S-ið á endan og í öðru veldi. Og þá höfum við hérna við S í öðru, hérna erum við mínus 2 S í öðru, þá fáum við mínus S í öðru og svo er mínus hér. Þannig við fáum S í öðru og svo er þessi hérna mínus omega í öðru.
og svo höfum við S í öðru pluss omega í öðru, allt í öðru. Og alveg á nákvæmlega sama hátt þá reiknum við til dæmis fyrir sínusinn. Sín omega t af S. Og á ég að rita hérna. Við munum eftir umhverfureglu. Það er sem sagt 1 yfir U. Ef U er til dæmis tímaáfall þá höfum við mínus U merkt á móti U í öðru. Og fyrir sínusinn þá munum við að Laplace af sínus er omega, sem er þá bara fast í yfir S í öðru pluss omega í öðru. Svo horfum við þetta hérna form. Tökum bara omegað út fyrir, þá erum við 1 á móti S í öðru pluss omega í öðru og svo notum við reglurnar. Við eigum að reikna afleiðuna af þessu með tillit til S og setja svo mínus á útkomuna og umhverfureglan segir reiknaðu afleiðu S í öðru pluss omega í öðru með tillit til S, þá fáum við 2S. Það er mínus og svo setjum við S í öðru pluss omega í öðru, allt í öðru. Og svo var þetta fasti sem við bara tökum núna þá og setjum svo mínus á allt saman og það gefur okkur þá það sem við höfum svo séð áður. En nú getum við bara gengið á rauðina og reikna beint út og þið getið það sett á pásu í myndbandinu, þið ætla að vera undan mér, en nú ætla ég að byrja, ég ætla að gera þetta tiltölulega hratt og ég hveti ykkur til þess að stoppa og skrifa svarið niður, bara ykkur staðar á blað, það er ekkert mikið fyrir því og við, kannski teka eitt fram hér. Við höldum þessari venju að tímaföllurinn er skrifað með lágstaf og tíðniföllurinn með hástaf og það er þá sami stafurinn, bókstafurinn og 1, 2, 3. 7 er 7 sinnum 1, myndir, og Laplace fær í 1 og fær 1 yfir S og ég sjöfalda. Búið. Næsta tíminn, þetta er 7 sinnum tíminn. Laplace veksla tímanum er 1 á móti S í öðru og ég sjöfalda. Búið. Tíminn í öðru. Formúlan segir 2 Róbert, sem er þá 2 á móti S í þriðja. 2 á móti S í þriðja og ég sjöfalda. Búið. Og kannski ætti ég að nefna því. Þetta er þá A af S, þetta er B af S og þetta er þá C af S. Og þá tökum við D af S. Ég geng á röðina. Laplace af T í öðru er 2 á móti S í þriðja. Svo kemur mínus og tvistur. Laplace af tímanum er 1 á móti S og Laplace af fastanum 1 er 1 á móti S og þetta falla á heita D af S. Búið. Hér höfum við ekki séð eina reglu það hvernig við höfum að takast á við fall sem að lítur svona T mínus einhver fasti allt í öðru. Sem sagt, regla hliðrun í tíma, en hér vil svo til að það er auðvelt að margfalda upp á svigum og þá fáum við nákvæmlega liðina sem sjávarða í D-liðnum beint fyrir ofan okkur. Þannig að hér myndum við bara segja að E af S er alveg sama á D af S. Cosinus í F-liðnum, Laplace á cosinus omega t, hér er omega 1, það er eina sem ég þarf að vita. Þá fæ ég S yfir S í öðru pluss 1 í öðru sem er 1 sinusinn. Omega var 1 og þá skrifa ég það. Þetta er S í öðru pluss 1. Við skulum ekki gera samnefnd. Töpum eiginlega upplýsingum á því. Við erum alltaf að reyna að skrifa þetta upp sem liði af þekktum föllum. Þetta á að heita stóra F. Svona. Nú kunnum við þennan. Þetta á að heita stóra G af S. Tvistinn.
og svona bara því maður var að búa hana til þá er t sín omega t, það er 2 omega s og omega er fjarki, 2 sinnum 4 sinnum s og s í öðru pluss omega öðru omega fjarki 16 og þetta verður 2 sinnum 4 16 s á móti s í öðru pluss 16 og ég má ekki gleyma að þetta er t-sinnum að setja allt í annaveldi. Það er kósinusinn af s er, og við munum hana bara s í öðru mínus omega í öðru omega er 2, þetta verður þá s í öðru mínus 4 deilt með s í öðru mínus pluss 4 allt í öðru svona og þessi ás nú settur þarna til þess að minna á við getum litið á veldinu 2t við margföldum með veldisvísifallinu í tímanum þá verður það hliðurinn í tíðninni þegar margföldum með veldisvísifallinu í tímanum þá verður það hliðurinn í tíðninni fínt segi þetta bara nokkuð sinnum þá kann maður þetta og af s þú getur ágætt að hugsa þetta svona ég ætla að Laplace færa bara ásinn þá fæ ég 1 á móti s og svo sé ég á veldisvísifallinu að s hliðrast í s mínus 2 setja þetta eitt milliskref og svo setja ég hliðrunina inn fæ þá s mínus 2 næst hef ég þá þetta jóð af s Laplace færi tíman fæ 1 á móti s í öðru sé að þarna er veldisvísifall í tímanum þannig ég þarf að hliðra samkvæmt reglunni s hliðrast þá í s mínus 2 og set svo s mínus 2 inn í staðinn fyrir s og fæ s mínus 2 í öðru k af s kosinus á omega 3 þá fæ ég s yfir s í öðru pluss 9 ég veit 2t margfaldur kosinusinn þannig að ég verð að setja það inn s hliðrast til hægri s mínus 2 já og svo setja ég s mínus 2 inn í staðinn fyrir s þá fæ ég s mínus 2 yfir s mínus 2 í öðru pluss 9 komið L af s L af s hvernig gott að hugsa þetta er sínus og tínin er 3 eða omega er 3 finnum þá bara því þristur yfir s í öðru pluss 3 í öðru sem er 9 og nú er hliðrunin til vinstri s mínus mínus 2 og setjum bara allt inn það er þristur og svo kemur s pluss 2 í öðru pluss 9 búið þannig að aðra við kannski hverjum með þetta dæmi þá skulum við núna skoða útlít á dæmum eins og þið koma til með að líta út og bara byrjaði að stroka þetta allt út fyrir og nú skulum við láta sem svo okkur sem gefið fall í tíðninni og við reyna að finna tilsvarandi tímafall og hérna til dæmis bara leysum við svona eitthvað s og svo er hérna til dæmis s mínus 2 í öðru pluss 9 nema hafa æft sig aðeins á þessu þá ættum við að sjá út að við viljum hafa mínus 2 hér og þá þurfum við alltaf bæta því við hér en þá loksins er þetta sæmilega auðvelt með þessum tilfærslum en við viljum svo sem ekki hafa tvistinn þarna sem satt í seinni liðnum
við myndum vilja hafa hann hér. Því að þarna á að vera þristur samkvæmt sínusreglunni og þá þurfum við að gera ráð fyrir honum hérna. Ef að þetta nú eitthvað fall sem heitir þetta bara hér RAS svona, þá sjáum við að tímafallið verður, við höldum hérna bara fyrir, þá sjáum við að þetta cosinus. Við sjáum að tíðnin og draugur rótina þessu hugunum, það þægilegt, það þristur bara. Og þá höfum við að þetta cosinus af 3t og hér sjáum við hlerunina og það eldisísifallið. Og svo getum við skrifað hitt nokkuð óbreytt upp, 2/3 og hitt sínus. Omega 2, nei, 3 og hlirunin eins og áðan, í veldinu 2t.